Í þessu vídeó ætla ég að sýna hópa í Canvas út frá nemandanum, hvernig nemandi skráir sig í hóp, heimsækir vinnusvæði hóps og hvernig nemandi getur stofnað sína eigin hópa. Nemandinn hefur 2 leiðir til að skoða hópa, annars vegar með því að fara í hópa í Canvas valmyndinni og hins vegar með því að skoða hópa inn í námskeiði. Ég ætla að byrja á að opna námskeið, nemandinn fer í fólk og í flipan hópa. Hér sér nemandinn alla hópa í þessu námskeiði, alveg óháð því hvort hann er sjálfur meðlimur í hópnum eða ekki. Hann getur skoðað hver í hvaða hópi og hverjir eru saman í hóp. Við suma hópana er þessi lás og það merkir að nemandinn hefur ekki aðganga viðkomandi hópi. Í hópum þar sem nemandinn er sjálfur meðlimur, þar kemur fram þessi heimsækjarhlekkur. Ég er sem sagt skráð inn sem þessi gervimaður Ameríka, nemandi í námskeiðinu. Heimsækjarhlekkurinn leiðir á heimasvæði hópsins eða vinnusvæði og ég sýni það örlítið síðar. Hópar þar sem leiðir sjálfskráning eru með þennan taka þátt-hlekk sem nemandinn smellir á til að skrá sig í hópinn. Þá birtist leið heimsækjarhlekkurinn til að komast á heimasvæði hópsins. Nemandinn getur skipt hóp, skráð sig úr hóp, svo lengi sem sjálfskráning í hópasettinu er höfð virk. Nemandinn getur aðeins verið skráður í 1 hóp í hverju hópasetti. Ef kennari vill koma í veg fyrir að nemendur skipti hópa, til dæmis eftir ákveðin tíma, þá þarf að gera sjálfskráningu hópasettsins óvirka. Hér smellir nemandinn á heimsækja til að fara á heimasvæði hóps og svona lítur heimasíða hópsins út. Heiti hópsins kemur fram í brauðmálaslóðinni sem segir manni hvar maður er staddur og þetta er valmynd hópsins. Þegar smeltur á fólk þá koma einungis fram þeir sem eru meðlimir í þessum hópi, auk kennara námskeiðsins. Nemendur hópsins hafa hér sérstakt skráasafn fyrir hópinn þar sem þeir geta safnað gögnum, þau geta stofnað umræður, síður, sent tilkynningar á hópinn, sett upp fjarfundi í gegnum ritilinn til dæmis á síðu, hópurinn á sér dagatal og fleira. Kennarinn hefur aðgang að þessu öllu líka og getur fylgst með því sem framfer á hópasvæðinu og tekið þátt í vinnu hópsins. Nemandinn getur líka skoðað hópa í Canvas valmyndinni. Hér sér nemandinn alla sína hópa, þar að segja hópa þar sem hann er meðlimur í öllum námskeiðum sem hann er skráður í Canvas. Það sést á þessu að það getur orðið svolítið ruglingslegt hjá nemanda hvaða hópar þetta eru og til hvers þeir voru stofnaðir og það segir okkur að það er mikilvægt að vanda sig þegar kemur að því að gefa hópum heiti. Hér eru til dæmis 2 hópar sem að heita einfaldlega hópur 1. Hér eru svo hópar þar sem heitið hefst á námskeiðsnúmeri og heitið gefur til kynna verkefni og hópvinnu. Nemandinn getur smellt á allir hópar og hér sést að minnsta kosti hvaða námskeiði hver hópur tilheyrir. Þegar smellt á hóp þá opnast heimasvæði hópsins. Það er mögulegt að leyfa nemendum sjálfum að stofna hópa í námskeiði og bjóða með sér samnemendum. Það er samt nauðsynlegt fyrir kennara að vita að hópa sem nemendur stofna er ekki mögulegt að nota fyrir hópverkefni eða hópumræður. Það er sem sagt ekki að tengja þá við eitthvað sem kennarinn stofnar. Til að leyfa nemendum að stofna hópa þarf kennarinn að virkja það í stillingum námskeiðs. Það þarf að skrolla alla leið niður og smetla á fleiri kostir, merkja við leyfa nemendum að skipuleggja eigin hópa og uppfæra námskeiðsupplýsingar. Hópar sem nemendur stofna sjálfir koma allir fram hér undir flipanum nemendahópar. Nemandinn fer í fólk og hópa og er nú komið með hnappinn plus hópur. Nemandinn gefur hópnum heiti og getur valið að nemendur námskeiðs megi vera með og þá getur hvaða nemandi sem er skráð sig í hópinn eða
að aðild að hópnum sé eingöngu með boði og þá velur nemandinn sjálfur hverjir eiga að vera með í hópnum. Þessi nýji hópur kemur fram hjá kennaranum undir flipanum nemendahópar og kennarinn getur fylgst með eða tekið þátt í vinnu hópsins með því að fara á heimasíðu hópsins. En þetta er komið hópa út frá nemandanum. Takk fyrir.